Góðan daginn og velkomin til þáttarins sem við köllum Guðsorðaþáttinn, ef man rétt. Og hann eins og nafnið bendir til, segir svona hvað umræðuefnið að þessu sinni, eins og verið hefur. Það er Guðsorð með einhverjum hætti. En við höfum farið þá leið hér að leyfa bara Drottni að gera það sem hann vill, tala það sem hann vill, segja það sem hann vill. Og við erum bara að endurflytja það sem hann vill að við heyrum. Þetta er að vera Guði gefinn. Þetta er að vera Guðsmaður. Því að hann vill fá að tala í gegnum okkur. Hann vill fá að nota okkur og virkja okkur eins og hann sjálfur vill. Þetta er nú eina af kennslunum sem að kirkjan er að kenna og segja og tala og hefur gert alveg í gegnum aldirnar. Þannig að í sjálfu sér hefur þetta ekkert breyst. Þetta snýst Jesú, þetta snýst vilja Drottins og þetta snýst það að ég og þú beygjum okkur undir hans vald og það er eitthvað sem maðurinn þarf kannski að lægja sig fyrir því að við erum svo stolt og stór að við viljum ekki alltaf beygja okkur fyrir neinu. Þannig að við þurfum kannski aðeins að auðmýkja okkur og þegar við erum komin undir hatt trúarinnar að þá beygjum við okkur fyrir Jesú og gerum það fúslega. Þannig að maðurinn lýtur valdi, maðurinn er sjálfstæð persónu allt saman það, en hann til að hann svona akti rétt, þá lýtur hann valdi, en Guðs valdi. Því að Drottinn, hann misnotar engan. Hann er bara með plan sem hann hefur sett fram, plan sem hann vill að ég sem trúuð manneskja fylgi og fari eftir og viti að hann er Herra. Veit ég það? Ég geri mér alveg grein fyrir því og er alveg sáttur við það. Og hann setti meira fram til að við getum nú gert þetta svona eins og hann ætlast til að við gerum. Við fengum heila bók sem heitir Biblían. Og þar er allt sem að ég þarf að vita hvað hann snertir og ég veit það af því að ég er að kynna mér efni orðsins og geri það fúslega eins og margt annað sem að gerir fúslega í Jesú nafni vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég í það minnsta vill vera vel að mér í. Og ef að ég vill ekki leggja á mig þá vinnu sem þarf til þess, þá getur þú ekki gert það fyrir mig. Þannig það er alveg ljóst að Drottinn tekur ekkert allt frá okkur. Hann tekur heldur ekkert fyrirhöfnina frá okkur. Ef við nennum ekki þessu, þá nennum við þessu ekki. En ef við erum viljug og fús, þá erum við líka viljug og fús og gerum þessi verk. Og hver er uppskeran af þessu mikil? Með þessu sem við erum að gera í Jesú nafni þá förum við að þekkja hann betur. Og til þess líka fengum við trú að við þekkjum hann betur. Og við öktum og hegðum okkur eins og hann vill að við öktum og hegðum okkur í þessu lífi. Já, sjálfum er mér nú ekki vel við að nota orðið fyrirmynd, en hann vill að við séum fyrirmynd heimsins. Og hver er fyrirmynd heimsins að hans dómi? Það er einstaklingurinn sem hann hefur tekið frá og hann er að gera það sem að Drottinn vill og gerir því það sem er rétt. Drottinn er það sem er rétt og satt. Heimurinn er ekki þar. Hann gerir bara það sem honum dettur í hug
og við veitum að honum dettur nú ýmislegt í hug. Þannig að við þurfum á einhverju aðhaldi að halda, einhverju ekta alvöru aðhald, og það fáum við hjá Jesú. Hann þetta ekta aðhald vegna þess að hann hinn ekta rétti kennari til þess að leiðsegja manninu mér og þér og okkur. Þannig að við lútum einhverju, og þegar við lútum Kristi, þá erum við leið að lúta afli sem gott afl, sem elskar mannin og leiðsegir honum réttan veg. Það fullt af kennurum og fullt af ábendingum að fara þarna og hinga og þanga. En hvað af þessi rétt? Margir hafa lent í ógöngum af því að fara eftir þessari bendingu henni. Að þeir menn sem voru að benda þangað og hinga vissi ekkert hvað þeir voru að tala um. En Drottinn ekki þannig. Hann veit 100% það sem hann að segja, og þú verður að athuga það að Drottinn var í mörg ár á jörðinni. Hann gekk bara sem maður og hann læriði alveg helling af því að ganga sem maður, og hann veit alveg hvað við erum að reyna. Hann gekk í gegnum þetta sumt sjálfur og sá miklu meira gerast í kringu sig sem honum leist ekki mjög vel á. Og þetta eru aðvörunarbjöllurnar sem við heyrum í orði Guðs. Það það sem hann reyndi og það sem hann sá og viðurkenndi að svona ætti þetta ekki að vera. Þannig hann boðberi trúar, og það í trúnni sem við lærum að gera vilja Guðs. Heimurinn þarna og við erum búin að sjá ýmislegt í heiminni sem okkur líkar ekki við. En ég held að okkur líki nú svona, nema þegar við erum í vondaskapin okkar, þá kannski líkar okkur ekki við neitt í kirkjunni, en svona yfir höfuð, við erum oftast nær í góðu skapi, þá líkar okkur rosalega vel þar. Af hverju? Því það allt í stakasta lagi. Þar þetta eins og þetta á að vera. Og við tökum upp lífsmáta sem já, upp undir það kannski að vera líkur lífsmáta Krist, og það rétt breytni. Þannig að við erum ekkert að tala út í bláin þegar við tölum Jesú, þegar við tölum orð Guðs og hvert við eigum að snúa okkur. Þetta réttu leiðina. En ég get ekki gefið þér aðgang að Kristi. Ég gat ekki einu sinni gefið sjálfum mér aðgang að Kristi. Allt í einu var ég bara komin inn. Og þannig þetta. Akkur ekki þú? Það veit ég ekkert um, þú voru að spyrja hann. En ég það. Hann gaf mér að tala út orð Guðs. Við höfum öll talanda. Við getum öll talað út orð Guðs með einum öðrum hætti. Bara heiðarleiki þinn sem menn horfa á, hann talar sínu máli til fullta manna og kunna. Sumum gefin talandi til þess að tala út orð Guðs. Ég veit ekkert hvað af þessu áhrifa mest, en þetta blanda sem Kristur sjálfur hefur útbúið. Og setur þessa mannesku í þetta embætti, setur þessa mannesku í hitt embættið og svo framvegis og framvegis. Þannig að í heildina þá virkar þetta sem, ein heild, sem við getum alveg farið eftir. Og við sem að beygjum okkur undir þetta vald, okkur hlekkist ekki svo glatt á. Og það akkur í því að vera með líf sitt í þeim farvegi að hnökrar séu ekki mjög margir. En þeir eru alltaf til staðar, og þessi hnökrar koma vegna þess að við erum veiklunda fólk. Ég veit að þeir eru ekki vel við að heyra þetta orð, því að þeir finnst þú nú ekki vera neitt veiklundu manneskja. En þetta það sem orðið segir. Og ég vil trúa því sem orðið segir, sama hver annar segir. Þetta líka að vera trúðmanneskja. Þannig að við höfum bara að beygja okkur fyrir þessu orði. Við höfum engar skoðanir á þessu orði.
við bara gerum það sem orðið að segja. Það að vera kristin manneskja. Hvernig líst þér á þetta? Ég sé þið hrista hausinn. En þetta að vera kristin manneskja. Þannig það mjög gott að þjóna lifandi Guði og ég elska reyndar að þjóna lifandi Guði. Og þetta bara gjöf til mín. Halló. Ég var ekkert að biðja þetta. Allt í nú var þetta bara komið. Og ég vissi hver þess Guð er. Ég var bara alveg svo þú fyrir þann tíma. Jú, ég hafði svo sem oft telt þetta nafn Guð og Jesú áður. En ég hafði engar skoðanir á þessu, vissi ekkert hvað þetta var. En þarna vissi ég miklu meira. Og ég vissi svo mikið og var svo upptendraður að því að ég fylgi honum enn bráðum 40 árum seinna. Og hef frá þeim tíma verið mjög upptekinn við að tala um þetta nafn. Sem ég segi, og þú tekur undir og þú þekkir málið, skiptir öllu máli. Já, hitt skiptir svo til engu máli. En öllu máli fyrir þig og mig og okkur að við séum þar því að því kemur og við þurfum nú svo sem ekkert að fjölyrða mikið um það. Eitt en þá förum við af þessari jörð. En orðið kemur með sannleikann inn og hann bendir á 2 staði sem taka við. Veldu staðir sem drottin er á. Þess vegna fékkstu trú. Þess vegna fékkstu talanda sem segir sannleikann í þessu máli. Og þú endar alltaf eða byrjar á að segja orðið Jesús. Það er svarið. Hvernig líst þér á þetta? Ég veit það ekki. En ef þú þekkir efni við hana þá bara samþykkir þetta. Ekki vegna þess að þessi maður er að segja þetta. Heldur vegna þess að þú ert að reyna þetta sjálfur og á þér sjálfum í gegnum þína trú. Trúin er allt í öllu. Orðið segja sjálf, trúin er nauðsynleg. Og hún tendrast upp og bálast upp vegna þess að við göngum inn í daginn, vöknum inn í daginn sem þessar trúuðu manneskjur. Við erum trúað fólk frá morgni til kvöld og við leggjumstum á koddann og erum þó enn þetta trúaða fólk. Dagurinn færði til okkar bara það sem hann gerði. Og við vorum kannski ekkert alveg sátt við allt sem að gerðist í þeim degi. En ekki samt svo slæmt að við legðumstum ekki á koddann sem áfram þetta trúaða fólk. Það er ávinningurinn í því að eiga þessa trú. Og þetta er að eiga stóra trú sem er einn þolir allan ágang á sig. Það getur hreykt í stoðum hjá trúaðri manneskju, annars og hverri annarri manneskju. Það getur hreykt í öllum stoðum trúaðrar heilsteittar manneskju, alveg eins og hjá öllu öðru fólki. Það er engin munur á þessu hjá trúnni og vantrúnni, nema yfirburðasigurinn er, að ég á trú. Hún tekur alltaf á málum með mér í Jesú nafni. Þetta er það sem maður hefur lært, þetta er það sem maður hefur gert og þetta er það sem ég vil benda öðru fólki á. Þetta er einhver skipanir því að ég get ekki skipað þér eitt eða neitt og vill það heldur ekki, en þetta er það sem ég er að reyna í Jesú nafni og ég veit að það sem ég reyni í Jesú nafni er líka gott fyrir þig. Þetta er nú bara sagan okkar kristnu mannana að það sem ég er að reyna gott og ég bendi ekki á sjálfan mig, heldur á Jesú, hefur reynst mér vel, hefur reynst mér það besta og ég er að segja þér það að þú getur líka reynt og átt það besta til sem völir á. Það er Jesú. Þetta dreymir alveg óverulega flotta mýrum og þú getur svolítið spanað á, eyðir engu og er alveg ógeðslega flottur. Það er gaman að eiga flottan bíl. En það er miklu meira gaman að eiga Jesú í hjarta sínu. Því einn daginn þá förum við hérðan og hver veit ekki þetta. En sumir vita ekki hvert er fara.
En þegar trúin komin í hjarta þá veistu 100% hvert þú ert að fara. Og þú gerir meira. Þú ert meira að komið svo langt í þessu að þú ert tilbúin að gera hvern dag það sem eftir að degi með Jesús. Hvernig lístur á þetta? Það er engin raun fyrir mig að gera daginn að einhverju með Jesús, þegar mér finnst Jesús svo skemmtilegur. Það er svo gott að hafa hann hjá sér. Það er svo notalegt að vera undir hans leiðsögn og afli. Þetta er nú það sem ég reyni í Jesú nafni. Þannig að Jesú nafnið er fyrir mér ekkert til þess að vera tala laumi. Það er ekki að segja ára trúsinni. Ég segi bara víst trúinni. Að þeir eru mann sannleikans. Og það er sannleikurinn minn að það er það besta sem hefur komið fyrir mig. Það er að eiga þetta nafn í hjartanu mínu, Jesú. Það besta. Og allt sem ég á, margt gott svo sem, það er þá næst besta eða það þriðja besta. Jesú verður alltaf það besta. Og af því að hann er það besta, þá hlýt ég að vilja stunda það og rækta það sem hann er með handa mér. Hvað er hann með handa mér? Orð Guðs. Hann er með samfélagi, við köllum það kirkju og allt þetta. Er ég í þessu? Ég stunda samfélagi, já, reglulega. Og ég les orðið reglulega. Ég er ekkert að segja þetta til að belgja mig eitthvað út, því að eins og ég oft sagt að þá er þér nákvæmlega sama þó ég sé að gera þetta. En ég er að benda á þetta vegna þess að þetta er það sem við þurfum að gera. Ef þú ætlar að vaxa, sem ég vil að þú vilt vaxa í, við viljum nú ná góðum og miklum árangri í öllu sem við gerum, en hvernig náum við árangri? Og öllum sem við viljum fá til okkar. Við stundum það. Við spáum í það. Við lærum það. Og svo framvegis og framvegis. Þá vex þekkingin á því sem við erum að gera. Og líka þegar þú ert komið trúna á þig og í þig, þá vex þekkingin á trúnni vegna þess að þú getur frætt þig trúna, já, í til að mynda gegnum orð Guðs. Svo getur þú líka frætt þig trúna bara af lífinu sem er í kringu þig. Því að þú sérð ekki og allir með trúna á valdi trúarinnar og það finnst þið verra. Á þess að þú getur neitt gert í því. Nema verið áfram þessi trúaði einstaklingur. Og það er vinnan frá degi til dags. Alla daga þar sem þú átt eftir ólifa verður þetta vinnan. Og hvernig líst þér á þetta? Þetta lítist bara vel á það, því að þú vaknaðir inn í þennan dag og þú horfist í augu við Jesú í þessum degi og málið er bara dautt að fara að gera eitthvað annað en að stúdera hann. Að sjálfsögðu gerir þín verk og allt sem á það. Hann tekur þau ekkert að þér, þú ert náttúrulega partur af lífinu og þú verður áfram partur af lífinu. Og lífið sjálft það krefur okkur eitt og annað sem við þurfum að sinna og vinna og okkur ekki. Það er bara gaman að vinna eða ekki. Finnst þér það leiðilegt kannski? Mér finnst það nú yfirleitt bara mjög gaman. En ef maður vill ekki vinna, segir Drottinn, þá er maður ekki mat að fá. Og þannig er ekki bara verið að tala eitthvað á diskinum. Sem þú treður upp í þig og síðan í fallega magaðinn sem er alltaf að stækka. Heldur er það bara, gildir þetta allt. Þetta er í raun og veru annað orð yfir árangur. Sá sem ekki vill vinna, hann fær aldrei neitt árangur. Það er ekki rétt. Sá sem er alltaf að hugsa að fara að gera þetta, hann að drífa sig í þessu, hann fær aldrei neitt. Þannig að þú verður bara einhvern tímann að rista þig svoleiðis til að þú farir nú að gera eitthvað. Og þá ferðu að fá þennan mat sem verið er að tala En þó þú gerir ekki þetta, þá sestu við borðið og farið þér að borða. Þannig að við erum ekkert að tala það. Við erum að tala annars konar mat.
mat verkana. Og þú ert trúumanneskja, ég sé það á þér, og þú veist hvernig þú vext í trúnni. Þú lest, þú biður, þú ákallar þetta nafni Jesú. Og það verk, og Drottinn viðurkennir það sem verk. Hann segir það sjálfur, það er verk að trúa á mig. En við erum kannski að misskilja þetta stundum. Við viljum að gefa ölmusugjafir, og við höfum að gefa ölmusugjöf, 100 kall eða 1000 kall eða hvað þetta er. Og það glöð með það var alltaf að gefa 1000 kall, henni vantar hann alveg örugglega. En það er ekkert endur þetta sem við erum að tala um. Svo sem verk, en ég tel miklu betra verk og meira verk og merkilegra verk, það er að þekkja orðið vel, því að orðið er Kristur. Þegar þú þekkir orðið vel, þá þekkir Krist sem einstakling betur. Og það er það sem þú vilt. Þannig að ef við viljum ekki stunda þetta og erum samt alveg harða að hlaupum út alla trissur og að gera eitt og annað í Jesú nafni, þá munum við aldrei þekkja Krist eins og hann er. Og það er mikils að fara á mis ef að maður tekur þennan pólinn í hæðinni. Og hver ætlar að banna mér að taka þennan pólinn í hæðinni ef ég vill það sjálfur? Enginn. Og þó þú kæmi til mig svoleiðis grafalvarlegum augum og bendi mér á þetta, og ef ég meðtek þetta ekki, þá held ég bara áfram í hitt. En við erum nú samt hvort til annað. Við mögum aldrei gleyma því. Og það er okkar skylda að benda systrum og bræðrum á ef þú að gera eitthvað sem að stenst ekki orð Guðs. Og hvernig ætlar þú að vera vissum að það standist ekki orð Guðs ef þú veist ekki hausnisborð á orðin? Þú þarft að þekkja þetta allt saman vel og þá getur þú líka leiðbeint. Þú leiðbeinir út frá orðinu en fyrsta skrefið þar er að þekkja það. Eins og Kristus segir, það er verk að trúa á mig. Já, verk að trúa á mig. Og þú lærir Krist. Þú náttúrulega gengur með honum og lærir helling af því. En aðal kennslan er samt í orði Guðs. Því orð Guðs þarft þú að vinna með. Og hvernig líst þér á þetta? Þannig að hún reiðileg kennsla á okkur á minn. Ég held að þetta sé bara mjög góð kennsla. En þetta er það sem að áherslan þarf að vera á. Orð Guðs. Þú sér nefnilega Jesú með augum orðsins en þú verður þó að stúdera orðið. Vera vel að þér í orðinu. Og þarna erum við að tala um mig, segðu það með mér, ég og orðið saman. Hvernig verður þessi samtenging ljós? Þú opnar bókina og þú lest orðið. Þannig verður samtengingin alveg augljós. Og þú ferð að nema upp úr orðinu og þú ferð að sjá þar flotta punkta og þú ákveður jafnvel það að stíga út á þetta. Margir hafa gert það og uppskeran er hver? Sigur. Já, það virkar svona orðið. Ef þú reynir aldrei orðið, þá veistu aldrei hvernig það virkar í raun og veru. Þú kannski veist allt það hvernig þetta orðið er, en þú þarft að stíga út á það. Og það er annar handleikur. Það er verk. Og hann segir það er verk að trúa mig. Og þú stígur út í verkin sem hann er búinn að ákveða fyrir þig. Ef þú ert alltaf að víða, aðeins að hugsa þetta betur, já, þá bara aðeins hugsa þetta betur. Svo bara líða árin og eftir áratugi hefur ekki gert neitt. Og það er nú ekki góð staða fyrir nokkurn mann.
og ert alltaf á leiðinni. Þannig að við skulum ekki vera lengur á leiðinni. Nú skulum við fara að láta verkin tala. Hvað verk? Sem Guð hefur sett upp í fangið á þau. Hvað hefur hann sett upp í fangið á þau? Það heitir köllun. Ertu að gera köllunina þeina? Ég bið Guð, já, þess að þú sért að því. Þegar það hefur við að gera. Við hefum að gera köllunina okkar. Hver hún? Þú veist það, ég veit það kannski ekki, kannski veit ég hana, en þú veist það alveg pottþétt. Já, ég veit nú ekki hvað köllunum mín er. Ég held að þetta sé ekki rétt svar. Því að drottinn kallar og þú ert alveg, ég veist það, það er mér að gera þetta, maður verður nú aldrei í það. Af hverju ekki? Af því þú treystir þér ekki í það. Af hverju treystir þér ekki í það? Af því þú treystir í raun og veru ekki í Kristi til að styðja þig og standa með þér í því. Köllun er þú og Kristur saman. Það er köllun. Þannig að þú ert aldrei einn í þessu. Og þetta er eitt sem við lærum og þetta er eitt sem við tölum því við þurfum að brýna hvort annað. Þú sem hefur reynsluna, fékkst hana vegna þess að þú stekst á einhverjum stað út í verkið. Og núna áratugum seinna segir það, ertu komið alveg fullt af reynslu af þessu verki. Þetta er þín köllun. Hún bara, já, slóðin er þarna eftir þig og það er þína köllun. Þú og Jesús saman, það er köllunin. Þannig við megum ekki misskilja þetta, við þurfum að skilja þetta allt saman rétt. Og Kristur gefur okkur réttan skilning þegar hann sér að við viljum virkilega vanda okkur. Og ég veit að við viljum öll vanda okkur. En samt erum við svo mörg alltaf á leiðinni. Já, aðeins hugsaðu höst, aðeins hugsaðu vetur. Ég er ekki tilbúin ennþá. Ég get sagt þér það að ef þú ert á þessum stað, þá ertu aldrei nægilega vel tilbúin til þess að hefjast handa. Þannig að við þurfum að stíga fram fyrir sund, svo hefjast við handa. Og á áratugum seinna, hvernig sem það er, þá erum við konir alveg svo flugferð og fullt af verkum eftir okkur. Já, við segjum það bara, fullt af verkum eftir okkur. Og þessi verk flest lofa Guð. Og það er nú það sem við viljum, ekki? En allt var þetta vegna þess, það byrjaði á kölluninni. Og þú varst kannski lengi að ströggla við köllunina, en svo stekst út í hana. Þá fór allt að gera sem að drottinn ætlaði alltaf fyrir þínar hendur. Hann gefur köllun, en ef þú ferð að ströggla við köllunina, þá gerist ekki neitt. Og drottinn bara minnir þig á köllunina, þetta er köllunni þín konur á minn, þetta er ekki að fara að byrja. Og ég var að drýja þessu og þá gerist ekki neitt. En hann minnir mig alltaf á köllunina og ekki meira. Þegar ég hef val, ég hef frjáls manneskja. En köllunin hamrar svolítið á mér, en ekkert meira en það. En ég stíg út í hana. Og þá byrjar sú ferð og það er flug, þess vegna. Hann tekur aldrei fram í fyrir hendurnar og nokkru manneskju. En hann setur í manneskju einhvað sem hún veit hún á að gera. En gerir hún það? Ég get sagt þér það að manneskjan tekur alltaf ákvörðunina. Hún veit hvað drottinn ætlast til. Og drottinn ýtir alltaf á þessu köllum. En þú tekur ákvörðunum hvort þú byrjir verkefnið eða ekki. Ekki drottinn. En hann minnir alltaf á þetta. Á hverju? Af því það sem hann gerir er ekta, er alvöru. Og hann ætlar að nota þínar hendur, þinn munn eða hvernig sem er, til þess að opinbera það. Og þú stígur út og ert þá að opinbera vilja Guðs í þínu trúarlífi.
Þannig að þú þakkar þér ekki neitt fyrir það. Þú gefur drottni allan heiður. Ekki dirfast, ekki detta til hugar í eitt einasta skipti að eigna þér heiðurinn af því guðsverki sem að þú ert að gera. Það endar ekki vel. Það er nú fengið að sjá það. Og ég vil ekki enda þar. Þess að þetta reyni ég í það minnst að halda í þetta þakklæti að bara eiga Jesú í hjarta mínu. Já, það er líka ákveðin valstaða sem maður hefur þegar maður er með Jesú sem þakklætisvott fyrir sig sjálfan. Hann er gjöf. Og þú veist, jafnvel og ég, það eiga ekki allir þessa gjöf. En ég og þú, við eigum hana. Jesú er í hjarta okkar. Erum við nokkuð hætt að þakka fyrir það hvað við eigum í hjarta okkar? Ég veit ekkert um það. En það þarf að minna fólk á þetta allt saman og mig sjálfan og ég sjálfur þarf að minna mig á þetta vegna þess að það er svo margt á flugi hjá okkur. Endalaust af einhverju sem er að ske sem gleypt okkur þennan daginn og hinn en samt skýtur alltaf í gegnum þetta allt saman upp hausnum sem heitir trú. Þannig hún er þarna. Þannig við sjáum að við erum að þakka Guði fyrir trún okkar sem heldur utan allt þetta trúalíf okkar. Þannig að við höfum svo margt að segja hvoru öðru og okkur sjálfum auðvitað líka. Og við erum að tala hvort til annars Guðs orð og við eigum að hlusta þegar fólk talar Guðs orð. Við gerum það. Við gerum það ofta og kannski alltaf. Allavega í flestum tilvikum þá er það nú ekkert endilega vandamálið. En það er aftur vandamál oft að við erum kannski ekki að stíga út á þetta þó við vitum að þetta sé eitthvað sem Guð vill að ég geri. Já, þú getur ekki gert verkin mín. Ég verð að gera þau sjálfur. Þetta er aftur bara tekur fólk frá til ákveðina þjónustu og gjörðu svo vel, þjónaðu. Þú skalt þjóna. Ég skal þjóna. Þú getur ekki þjóna fyrir mig, né get ég þjóna þína þjónustu. Þannig að við þurfum að gera sumt sjálf. Af hverju valda mig? Ég er bara manneskja sem á valdi. Hann vil bara hvern sem hann vill. Hann byggir hvern hann upp sem hann vill, upp í það sem hann er að fara að þjóna í. Þannig að við erum öll hæf. Og við þökkum okkur ekki fyrir það að vera hæf. Þetta er allt saman frá Guði komið. Þannig að þetta er svona punktar sem að gott er að eiga og minna sig á, þá sjáum við alltaf þennan risastóra Guð. Ekki okkur sem eitthvað peðarna sem skiptir ekki máli, heldur bara fólk sem að trúum á Guð. Treystum Jesú. Og í þessu trausti höldum við áfram. Og höldum áfram. Áratugum seinna höldum við enn áfram. Erum enn í þessum, skakstri, svo má segja. Það er engin uppgjöf. Ef þú bara leyfir Guði og drottni að vera þetta í þínu hjarta, þá er engin uppgjöf. Uppgjöfin kemur vegna þess að við erum búin að hleypa svo mörgu að okkur að við vitum ekki okkar rjúkandi ráð lengur. Það er ekkert mál að fara með sjálfan sig út og suður með hvað þetta varða líka, hvað þetta varða. En það er ekki rétt breytni. Það kemur út í því það eitt að það er svona glundroð í okkar lífi. Við veitum ekki alveg hvort við eigum að gera þetta eða hitt, en drottinn er með þetta alveg á hreinu. Það er köllunin mín, sagði þetta með mig, þetta er köllunin mín sem ég þarf að sinna. Og hver er hún? Já, mín köllun er til að mynda þetta sem ég er að gera hér. Ég veit ekki hver þín köllun er, en ég styð þína köllun. Og ég hvet þína köllun út í verk. Bara í Jesú nafni. Það er ekki nóg að vera bara alltaf á leiðinni að það ná að drífa mig í þessu.
Gerðu það bara. Því að það gerist ekkert fyrir þú stígur út. Þú, ég þarf að stíga út. Ég fyrir mig, í Jesú nafni, þú fyrir þig, í sama Jesú nafni. Sitt hvor einstaklingurinn að gera þetta og hitt verkið. Og ef við bara hlýðum köllunin okkar og hlýðum leið Jesú, þá erum við ekkert að riðlast hvor og annars braut. Við stakkur í, að þið Drottinn skipuleggur þetta allt saman sjálfur. Þannig að veit hvað ég að gera, feitikallinn og Hafnarfirði að gera. Hann veit hvað feitakellingin í Yggstaðar að gera. En þetta styður allt heildarmyndina. Þannig að skipulagið á Guði alveg rosalega flott. Og það nær vissulega sínum árangri, það að segja þegar ég fer af stað. Ég þá lykilmaður? Það ekki til að tala einhvern lykilmann. Jesús allt í öllu. En hann notar þennan og hinn tilverkana og náttúrulega ef einhver tilbúinn, þá notar hann svo lengi sem hann vill, og það sennilega ævin á enda, á þess að nokkun tíman að maðurinn þreytist á þessu. Áratugum seinna hefur hann jafn gaman af því að sinna þessu verki eins og hann hefur alltaf gert. Og hvað viljið þið meira? Er þetta ekki bara nóg? Þetta eru launin. Það gleðin af verkinu. Árangur, enginn, segir þú. En ég held að Guð sé ekki sammálaður. Af hverju? Það alltaf árangur af því að hlýða vilja Guðs. Og þetta eitt af því sem að Biblían kennir. Þannig að það snýst ekkert þennan einstakling eða hinn. Það snýst hann að því leyti til hann gerir vilja Guðs. Og vilji Guðs, krefur hann með þakklæti til Guðs, sem gerði þetta allt í raun og veru. Ég bara peð í þessu. Peð sem þó þarf að fara á stað. Þetta skipulagi á Guði. Þessi einstaklingur kallað til þessa verks og hann skal gera það. Ef hann gerir það ekki, þá kemur þú einum inn á tómum skjá. Og þannig þetta. Við erum með stundir í kirkjunni reglulega og ef að þú kemur að loka dyrum, sem að gerist nú bara held ég aldrei, þá verður nú engin stund þann daginn. Þetta gæti alveg gerst, en hefur nú ekki gerst í minni tíð allavega svo í munni, nei, þetta var aldrei gerst. En það gæti gerst, þá engin stund þá. Þetta nú mjög einkennilegt. Hvað að vera hér? Allt til í dæminu. Af hverju komst að lokuðum dyrum, segjum það, að einhver var ekki að hlýða Guði. Hann var nóg af þessu. Hann var hætt að þessu. En það ekki það sem Guð vill. Þess vegna höldum við alltaf áfram. Alltaf áfram. Þannig við hvetjum hvort annað til góðra verka. Við erum búin að þessi bendandi hérna, Fallegi, hann ekkert notaður lengur. Þetta bara orð sem byggja upp. Þau eru notuð. Og það verkfæri sem hvetur og drífur fólk áfram. Án nokkur að afskipta sig með þeirra hálfu. Ef menn gera þetta ekki, þá það bara þeirra mál sem þeir verða að eiga við Guðsinn. Við þurfum þakklætið. Þakklætið mun alltaf lyfta upp nafninu Jesús og við fúslega fara og gera það sem við vitum að hann ætlast til á okkur. Mér, einstaklingunum mér, segðu þetta með mér, einstaklingur ég þarf að sinna þessu. Og það góð skipti. En það komið að lokum hjá okkur og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.